Já, ég var það. Þið hefði kannski séð mig áður á YouTube á þessari rás en þá var ég að gera 3D-prentunarverkefni og alls konar tengt því og var allt sem ég gerði bara á ensku og ég svona hætti því fyrir 5 ára síðan eitthvað svoleiðis þegar ég var svona, var frekar stífur í enskunni fannst mér og ég var að glíma við smá veikindi og ákvað að taka mér pásu. Svo flutti ég líka og þá var ég ekki alveg með sömu aðstæðuna sem ég var með og núna er ég svona aðeins búinn að vera að byggja hann upp hérna í herbergi hjá mér sem ég er með 3D-prentarana og tölvu og eitthvað svona dót. Þannig að mér langaði að endurræsa þessa rás aðeins og sjá hvað er hægt að gera og svona til að byrja með þá er ég örugglega að fara að nördast bara með filament og eitthvað svona projekt í kringu það og eitthvað sniðuprent og eitthvað gaman og kannski einhver flóknari verkefni síðar. Það er Ég ætla ekki að setja neina pressu á mig til að byrja í einhverju svakalegu verkefnum. Það fer þá allt í koll bara held ég, en markmiðið er allavega að byrja aftur með rásina og auglýsa hana á Twitter undir merkjum 3GP Iceland og þannig að þið viljið fylgjast með það annarkvort getið þið gert subscribe hérna á þessa rás eða fylgt mér á Twitter þá kemur til með að auglýsa þegar ég bý til vídeo. Og ég er ekki búinn að ákveða það að gera vídeo einu sinni í viku eða tvisvar eða eitthvað svoleiðis, það var bara eftir að koma í ljós og það fer kannski eftir bara hvað ég hef fyrir stafni hverju sinni. Þú veist, ef ég fæ einhverju skemmtileg filament þá kannski geri ég 2 vídeo með stuttu millibili og svo líður eitthvað lengri tíma á milli eða eitthvað annað slíkt sko. Þannig að það er ekkert skemmtilegt planað þannig að það er bara að sjá til og reyna að hafa gaman að þessu. Og ég var svo svona að hugsa að kannski reynir maður að gera eitthvað projekt og kannski að fá einhverja áhorfendur til að koma í viðtali eða eitthvað svoleiðis, einhverja áhugasama 3D-prentuna aðila hérna á Íslandi sem hefði gaman að segja frá hvað þeir eru að gera og það getur verið bara yfir Zoom eða eitthvað slíkt sko. Þá getum við fjallað hvað viðkomandi var að gera og bara til að kynna sín verkefni og svoleiðis og þannig að það getur leitað sér eitthvað í framtíðinni, eitthvað podcast eða eitthvað. En hugmyndin er allavega bara að reyna að gera þetta einfalt. Ég er að tala íslensku af því að þegar ég var að tala ensku í fyrri vídeóum þá var ég alltaf að klippa þau til af því ég var alltaf höktandi og var að reyna að hugsa orðin á ensku og reyna að segja þau svo líka og svo tókst það ekki alltaf og þá er maður að klippa og byrja upp á nýtt og allavega og ég ætla að reyna að spara mér aðeins vinnuna. Ég ætla að klippa en markhópurinn er náttúrulega ekki jafn stór ef ég var að tala ensku þá var ég kannski með stærri markhóp en það er svolítið ekkert markmið að vera hérna með stærstu YouTube-rás í heimi og græða milljónir á sig, þetta er bara meira til að hafa gaman og hafa eitthvað að gera þannig að ég vona að þið hafi einhvern tímann áhuga á því að fylgjast með hvað ég er að gera og komi til dæmis inn í live stream eða eitthvað svoleiðis að spjalla og ég hef áhuga á því að prenta meira landslag sem ég var að gera töluvert af á sínum tíma og mála og vera með livestreama á því og vera að spjalla við áhorfendur á sama tíma. Það var mjög gaman og ég kemur örugglega til með að gera eitthvað af því. Ég er núna að bíða eftir stærri prentara. Ég er með Prusa MK4S prentara og einn MK4-3 sem er svona BR-upgrade en þeir eru ekki með stóran prentflöt þannig að ég er að bíða eftir núna prentara með 300x300 prentflöt sem er Core 1L típan frá Prusa og hann verður væntanlega eftir svona 6 til 8 vikur séður þannig að það verður eitthvað projekt að koma honum í gang og prenta eitthvað skemmtilegt á hann og svo líka ef þið skoðið rásina mína þá er ég búinn að gera fullt af Star Wars köllum í gegnum tíðina og prenta út og mála og pússa niður og svoleiðis og það er eitthvað sem ég á líka að halda áfram hvort það verður Star Wars eða eitthvað annað dæmi, það kemur ljós. Það fer eftir því bara hvað er til á módelum og hvað ég hef áhuga á hverju sinni. En ég horfa hérna upp í hillu hjá mér að þessu, ég hef örugglega með svona 30 kalla sem ég er búinn að prenta út og mála og pússa og gera fína. Og ég kem til með að sýna það einhvern tímann og líka og bara þegar ég er að gera svoleiðis verkefni. Og ég líka er að nördast alltaf í Fusion 360 og búa til einhverja parta sem ég þarf að gera og þannig að það getur alveg verið að ég sýni eitthvað hvað ég er að gera í Fusion 360 líka. Ég hef mjög gaman að því að búa til módel í því og er með nokkur módel á printables hjá Prusa og nokkur þeirra hafa verið nokkuð vinsæl. Svona einföld retraction test og bridging test og alls konar svona dót og upgrade á prentara og svoleiðis líka.
Þannig að það er allavega verkefni sem ég er búinn að taka mig fyrir hendur. Þannig að þetta verður bara að koma í ljós hvernig verður og ég vona bara að þið hafi gaman að og ég bara þakka fyrir áhorfið í bili og bara bíð spennt eftir næsta vídeo. Takk fyrir mig.